Við erum stödd hér í Háuhlíð 1 á Akureyri, en þetta húsnæði það hýsti í eina tíð barnaskóla en er nú heimili Akureyraakademíunnar, ekki satt? Jú, við erum búin að koma okkur ágætlega hérna fyrir. Við vorum áður í gamla húsmæðraskólanum og fluttum svo, áttum stutta viðkomu í Bakkahlíð sem er hérna rétt fyrir ofan, en erum núna flutt hingað í gamla Glerárskólann og skiptum eiginlega við krakkana sem að fluttu inn í húsmæðraskólann. Þau voru hérna áður sem sagt. Og við erum bara, að verða búin að koma okkur mjög vel hérna fyrir og okkur hefur fjölgað síðan við komum hérna inn. Þannig að það er greinilega bara góðs viti að vera komin hérna með fasta búsetu á Glerárbökkunum. Það er ekki allir sem að vita samt hvað Akureyrarakademían stendur fyrir. Nei, einmitt. Getur útskýrt það fyrir stuttu máli? Já, ég get útskýrt það aðeins. Akureyrarakademían er sem sagt félag sem var stofnað 2006 af stórhuga fólki og hérna bak við að stendur í rauninni félag sem heitir Félag sjálfstætt starfandi fræðimanna á Norðurlandi sem er mjög langt og óþjált nafn, þannig að við köllum það almennt bara Akureyrarakademían og þetta var í rauninni stofnað bara sem félagsskapur fyrir sjálfstætt starfandi fræðimenn í mjög breiðum skilningi og ekkert endilega svona fræðimenn eins og maður skilur það kannski venjulega, heldur alls konar fólk sem er að sinna ýmiss konar störfum sem það væri kannski annars að sinna sko í heima hjá sér eða í einhverjum kompum einhvers staðar og vantaði kannski félagsskap til þess að bara til innblásturs og skemmtunar sko. Það er gott að geta drukkið 10 kaffi með einhverjum öðrum sem er að sinna, þó sé ekki að sinna sko sams konar hlutum, að geta spjallað bara daginn og veginn. Margrét, megum við aðeins trufla þig hérna við vinnuna. Þú ert einn af stofnendum Akureyraakademíunnar. Hefur mikið breyst í starfseminni síðan þessi félagsskapur var stofnaður? Já, það hefur töluvert breyst aðstæðan okkar. Við vorum í gamla húsmæðraskólanum í Þórunnarstrætinu og þar höfðum við mjög góðan stóran sal. En eftir að við fluttum þaðan þá höfðum við orðið að flytja þessar dagskrá okkar eins og fyrirlestra og ráðstefnur burt eiginlega úr okkar húsnæði. Nú erum við til dæmis komin hingað í Árholtir og þá er svo margir, það er alveg troðfullt hjá okkur, að það er engin aðstæða til þess að halda erindi eða ráðstefnur í þessu húsi. Þannig að við verðum svona að fara út í bæ með þá dagskrá. En þessi fræðsludagskrá, hún er einmitt stór þáttur í starfsemi Akureyraakademíunnar. Já, það sem að nær kannski til flestra og við viljum hér, þegar við erum hérna innan hús, þá viljum við frekar hafa gott næði, við þurfum þess og þess vegna erum við mörg hér, við fáum ekki næði heima hjá okkur eða annar staðar, þannig að við viljum hafa hér gott næði til þess að geta unnið, þannig að þá verðum við að hafa stað utanfrá til þess að geta haft sem við viljum gjarnan geta boðið upp á. Bæði ráðstefnur og styttri fyrirlestra og við höfum alltaf reynt að hafa þetta svona fjölbreytt og ekki alltaf mjög fræðilegt til þess að reyna að ná til sem flestra með fræðin. Það er eiginlega svona okkar markmið hefur verið frá upphafi. Og hvers konar fólk er hérna í Akureyrarakademíunni í dag? Það er alls konar fólk og það hefur alltaf verið, alveg frá því að akademían var stofnuð, það hefur verið mjög breiður hópur sem hefur sko komið við hérna og það er svona ákveðin velta á fólki líka. Sumir leigja sér aðstöðu í langan tíma og aðrir í skemmri tíma og núna er bara ein manneskja hérna eftir sem hefur verið hérna frá upphafi. Og ég hef verið hérna síðan 2007-08, þannig að ég er búin að vera svolítið lengi líka. En þetta er bara alls konar fólk. Þetta hefur verið listamenn og fræðimenn og rithöfundar og svo framvegis og núna eru hérna til dæmis sagnfræðingar, það eru menntunarfræðingar, ég er sjálf fornleifafræðingur, heimspekingar og svona mætti lengi telja. Góðan daginn! Góðan dag! Hvað ert þú að fást við hérna í Akureyraakademíunni? Það sem ég ætla að fara að fást við það er að skoða heimildur Látrabjarg og vonandi endar það í bók seinna meir. Hvers vegna Látrabjarg? Já, Látrabjarg vegna þess að ég er nú patreksfirðingur í upphafinu en var mörg sumur í sveit á Látrum og þessi staður á mjög mikið í mig.
í mér. Það segir nú að fjórðungi breiði til fósturs og ég var þarna, þá voru sumarfríin löng í skólanum og alveg 4 mánuðir, þannig að ég var lengi á látrum og látrar eiga sterk ítök í mér. Og mér skilst að þið hafi lengi dreymt að gera þessum stað skil? Já, ég er landfræðingur. Þegar ég var í landafræði í háskólanum þá var ég byrjaður á örnefnaverkefni, fór og tók myndir af öllu bjarginu og stækkaði þær og fór nú svo með myndirnar og örnefnaskrána til gömlu mannanna á látrum og við settumst yfir þetta og skráðum þau örnefni sem að þeir þekktu. Þannig að svo hef ég verið að bíða eftir tækifæri til þess að halda áfram og núna 37 árum seinna þá er tækifæri komið. Ég kom á eftirlaun, ég var skólastjóri í síðuskóla og nú er þetta verkefni sem ég ætla að vinna við. Þarf maður að uppfylla einhver ákveðin skilyrði til þess að geta leigt sér vinnuaðstöðuna hjá okkur? Nei, í raunin ekki. Þetta er mjög, eins og ég segi, mjög svona breitt skilgreint, þetta sjálfstætt starfandi fræðimaður og ég meina margir sem eru að leigja sér og hafa verið að leigja sér aðstöðu þarna eru sko til dæmis að sinna námi við HA eða við HÍ eða aðra skóla hér á landi eða erlendis. Þannig að þú veist, þeir eru kannski bara sjálfstætt starfandi upp að vissu marki sko því að þeir tengjast skólum en í rauninni þarf maður bara að vera að sinna einhverjum áhugaverðum verkefnum sko og geta þá sótt aðstöðu hérna. Þú sagnfræðingur, hvað ert þú að fást við þessa dagana? Þessa dagana er ég eiginlega alveg út í Svarfaðardal og er að hugsa fyrst og fremst konur í Svarfaðardal og ég ætla að gera það næstu mánuði. 1. apríl á næsta ári verða 100 ár síðan að Kvenfélagið Tilraun í Svarfaðardal var stofnað og ég er að vinna að afmælisriti þær. Og svo ætla ég líka að hugsa áfram eftir það að það ritt kemur út, þá er ég að fara að hugsa kosningar, réttar afmæli íslenskra kvenna og þá er ég líka með hugan við svartdalskar konur og alltaf að vonandi að setja upp sýningu og halda fyrirlestur það þegar að því kemur.